Takk fyrir það. Þá komið að 5. á dagskrá gatnagerðargjöld og til máls tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, hér tekin fyrir liður 5 í fundargerð bæjarráðs dagsett 10. september, en þar var tekin fyrir liður 25 í fundargerð skipulagsráðs dagsett 9. nóvember breytingu á gjaldskrá gatnagerðargjalda sem taka á gildi 1. janúar 2021. Í breytingu felast að í grein 4.3 í reglunum hækkar hlutfall gatnagerðargjalds fyrir fjölbýlishús úr 5% í 7,5%. Aðeins til að fylgja þessu eftir þá það svo að gatnagerðargjöld byggja á lögum gatnagerðargjald nr. 153 frá árinu 2006. En þar kveðið á að sveitarfélög beri að innheimta gatnagerðargjald og skal gjaldið vera 15% af byggingarkostnaði fermetra í vísitöluhúsi fjölbýlis eins og hverju sinni samkvæmt útreikningum Hagstofu. Sveitarfélögum þó heimilt að ákveða að gjaldið geti verið mismunandi eftir tegund eigna og gjaldið getur þannig verið mishátt eftir því hvort að ræða einbýlishús, parhús, raðhús eða fjölbýlishús. Þannig höfum við verið með hámarksgjald á einbýli 15%, 10% á par, rað, tvíbýlis og keðjuhúsum og 5% á fjölbýlishúsum. En það kannski athyglisvert og ég ætla bara að fá að bregða hérna upp glæru sem að sýnir svona aðeins, ef ég má deila hérna með ykkur, kannski aðeins athyglisvert að bera þetta saman í rauninni hvernig gatnagerðargjöld eru hjá þeim svona, ég tók hérna nokkur gatnagerðargjöld eftir valin sveitarfélög sem eru kannski svipaðri stöðu við og sjá svona hvernig þetta hefur verið og við sjáum þarna að það eru flestöll sveitarfélögin að nýta sér hámarksprósentur á einbýlishús nema Akranes þarna með aðeins lægri fjárhæð 13,7%. Í raðhúsum eru við svona kannski í lægri kantun með Akranes þó fyrir neðan okkur en við erum þá lægstir. Síðan eru fjölbýlishúsin, þar eru við með 5%, Kópavogur með 4,9%, Hafnarfjörður með 15%, Akranes hefur hækkað sig upp í 7,6% og gerði það síðasta ári, Árborg með 11% og Reykjavík með 5,4%. Og svo sjáum við þarna að við erum næstlægstir í atvinnuhúsnæðum. En það nú bara þannig að gatnagerðargjöld segja ekki alla söguna. Það nefnilega, sveitarfélög hafa í æ ríkara mæli verið að koma inn með alls konar viðbótargjöld eins og byggingarréttargjöld, Kópavogur leggur á byggingarréttargjald, lóðargjöld sem að Hafnarfjarðarbær notar og síðan náttúrulega það þannig að í Reykjavík og fleiri stöðum á höfuðborgarsvæðinu verið að selja lóðir og eins og menn vita þá mjög umdeilt og hefur verið mikið í umræðunni upp á síðkasti svokölluð innviðagjöld sem enn til viðbótar við það sem að Reykjavíkurborg hefur verið að leggja á. Og þetta má eiginlega segja að sé ígildi gatnagerðargjald allt saman. Og ég tók hana bara sem dæmi að með þá gjaldskrá sem í gangi núna 75 fermetra fjölbýlishúsaeign, að þá eru við að rukka í gatnagerðargjöld fyrir slíka eign 875.000 krónur í dag. Kópavogur og Hafnarfjörður eru með 3,8 milljónir fyrir þessa sömu eign. Akranes kaupstaður að rukka 1,3 milljónir og Árborg með 1,9 milljón. Þannig að það má segja með þessari hækkun sé við í rauninni að nálgast þessi sveitarfélög með einhverjum mætti það að segja Akranes og Árborg, við erum langt á eftir Kópavogi og Hafnarfjörður enda höfum við ekki verið með nein byggingarréttargjöld. En gatnagerðargjöldum ætlað að verja til gatnagerðar í sveitarfélaginu og viðhaldsgatna og annarra mannvirkja. Og það ljóst á þessum samanburði að við stöndum mjög höllum fæti í samanburði þessi sveitarfélög. Rætt hefur verið það hvort að rétt sé að taka upp einhvers konar byggingarréttargjald eða byggingargjöld eða jafnvel að selja lóðir og til að mynda var ákveðið að selja byggingarrétt á Skarðshlíðarlóðinni þar sem út stendur til að byggja heilsugæslu. Þá höfum við líka nýtt okkur það að vera með hærra gatnagerðargjald á miðbæjarreitnum. Svo hækkun sem hér lögð til og það þarf að segja hækka gatnagerðargjöld úr 5% í 7,5% af fjölbýli tímabær og ég myndi segja löngu tímabær og ég held að bæjaryfirvöld verði að skoða frekari útfærslur gjaldtöku gatnagerðargjald á komandi árum. Að því sögðu legg ég til að tillaga hækkun á hlutfalli gatnagerðargjalds fyrir fjölbýlishús hækki úr 5% í 7,5%. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu. Orðið laust. Þar sem enginn hefur kvatt sér hljós, þeir sem geta samþykkt þessi gatnagerðargjöld sem lögð eru til, gefum merki.
það eru 11